og við sögðum að þetta guðspjall væri ritað til þess að við mættum trúa að Jesús væri sonur Guðs. Og ef þú skoðar þetta guðspjall, að þá held ég þú komist að þeirri niðurstöðu að það er ritað til þess að við trúum að Jesús sé sonur Guðs. Og mér langar að við lesum saman 9. kaflan bara yfir. Það segir frá versi 1, á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Oss ber að vinna verk þessi sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Að svo mæltu, skyrpti hann á jörðina. Ég geti hugsað ykkur það. Og gjörði leðju úr munnvatninu. Strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Sílóam þýðir sendur, hann fór og þvoði sér, kom sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusu mann sögðu þá, er þetta ekki sá sem setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu, sái maðurinn, aðrir sögðu, nei, en líkur er hann honum. Sjálfur sagði hann, ég er sá. Þá sögðu við hann, hvernig opnuðust augu þín? Hann svaraði, maður að nafni Jesú, hann gerði leðju, smurði á augu mín og sagði mér að fara til Sílóam og þvo mér. Ég fór og fekk sjónina. Þið er búin að þvo mér. Þeir sögðu við hann, og hvar er hann? Hann svaraði, það veit ég ekki. Þeir fara til farisjana með manninn sem áður var blindur, en þá var hvíldadagur. Þegar Jesús bjóð til leðjuna og opnaði augu hans. Farisjar spurðu nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðji á augu mín og ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir farisjar, þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Aðrir sögðu, hvernig getur syndugum maður gjört þvílíkt tákn? Og ágreiningur var með þeim. Þá segja þér aftur við blinda, hvað segir þú hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann er spámaður. Gyðingar trúðu því ekki að hann sem sjónina fékk hefði verið blindur og kölluðu fyrst á foreldra hans og spurðu þá, er þetta sonur ykkar sem þið segið að hafi fæðst blindur? Hvernig er hann þá orðinn sjáandi? Foreldra hans svöruðu, við vitum að þessi maður er sonur okkar og að hann fæddist blindur. En hvernig hann er nú orðinn sjáandi, vitum við ekki, né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrja hann sjálfan, hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans af ótta við gyðinga. Því að gyðingar höfðu þegar samþykkt að ef nokkur játaði að Jesús væri Kristur, skildi hann samkundu rækur. Vegna þessa sögðu foreldrar hans, hann hefur aldur til, spyrja hann sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á mannin sem blindur hafði verið og sögðu við hann, gef þú Guði dýrðina, við vitum að þessi maður er syndari. Hann svaraði, ekki veit ég hvort hann er syndari, en eitt veit ég að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu við hann, hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði, ég er búinn að segja þau það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka vera lærisveinar hans? Þeir aðtýrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en þennan vitum við ekki hvaðan hann er. Maðurinn svaraði þeim, þetta er furðulegt að þér vitið ekki hvaðan hann er, þó opnaði hann augu mín.
Við vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver er guðrækin og gjör vilja hans, þann heyrir hann. Frá aldaöðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þess sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Þeir svöruðu honum, þú er syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna oss, og er rákan út. Flott kirkja það. Jesús heyrði að þeir hefðu rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann, trúir þú á mannssonin? Hinn svaraði, Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði, þú séð hann er sá sem nú er að tala við þig. En hann sagði, ég trúi Herra, og féll fram fyrir honum. Og Jesús sagði, til dóms er ég komin í þennan heim, svo að blindir sjái og hinir sjáandi verði blindir. Þetta heyrðu farisear sem með honum voru og spurðu, erum við þá líka blindir? Jesús sagði, við þá, ef þér væri blindir, væri þér án sakar. En nú segist þér vera sjáandi, því varir sök yðar. Þetta er frábær kafli. Og frásögnin, hún hefst á því að Jesús, hann læknar blindan mann. Og það sem gerðist síðan er að þeir sem sáu kraftaverkið, þeir trúðu ekki að maðurinn hefði verið blindur. Þannig að það er svona hliðstætt og myndi gerast í dag ef að einhver blindur maður kæmi hérna inn og Keflvíkingar að þeir heyrðu að því einhver blindur maður hefði læknast í Hvítasunnu-kirkjunni í Keflavík, þá myndi sennilega flesti segja, já, ég er viss að þessi maður, hann var ekkert blindur, hann kom sjáandi inn. Og við höfum séð á YouTube svona alls konar vídeó þar sem menn tala við fólk fyrir utan lækningasamkomu sem er heilbrigt, svo kemur það inn á lækningasamkomuna og allt í einu er það lamað og predikarinn leggur hendur yfir það og allt í einu læknast það. Þannig að við höfum séð að það er alls konar svona plat í gangi og þannig að það er bara eðlilegt að fólk sé vantrúað vegna þess að þetta var yfirnáttúrulegt. Þetta var yfirnáttúrulegt. Og þeir trúðu ekki að maðurinn hefði verið blindur, en við sjáum að maðurinn, hann byrjaði að trúa að Jesús væri Guðs sonur þegar að hann upplifði þetta kraftaverk. En þetta var ekki nóg fyrir fariseana. Það eina sem þeir höfðu áhyggjur var að þetta var að gerast á hvíldardagi. Hann hefði vanhelgað hvíldardaginn með því að lækna aumingja mannin. Og veitir að þetta er enn þann dag í dag þannig að sumir eru svo fanatískir með sínar skoðanir að jafnvel þó að Jesús gerir kraftaverk að þá eru þeir að pæla í því hvort hann læknaði á réttan hátt eða rangan hátt eða hvernig þetta gerðist og hvort að þetta í þessari kirkju eða hinni kirkjunni. Sjáðu, Guð, hann kom bara til þess að gefa okkur líf. Honum er alveg sama hvort þú ert í þessari kirkju eða hinni kirkjunni. Það eina sem að hann vill er að þú trúir á hann og að þú elskir hann tilbaka. Þannig að mér langar að lesa aftur, kannski, það er svona, já, það sem mér finnst vera yfirskrift fyrir þennan kafla, það er versin 3 og 4, þar sem segir að hvorki er það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinbera á honum, þá ber oss að vinna verk þess er sendi mig meðan dagur er. Þannig að það sem Jesús var að gera, hann var að vinna verk Guðs. Og þegar við lesum þessa þýðingu hérna, að þá finnst okkur núna, maðurinn hafi verið blindur til þess að Jesús gæti læknað hann. Að Guð hafi gert hann blindan, svo að einn daginn gæti Jesús komið og sagt bara hókus pókus, nú sér hann og sjáu þið hvað ég er greit, eða mikill, fyrirgefið. Nei, en ef við skoðum þennan texta, og ég man að ég reyndi einu sinni að gera þetta á þennan hátt fyrir 30 árum og þá var mér sagt að ég væri nú engin grískur spekingur,
en ég búinn að skoða þetta í 30-40 ár, þennan texta, og ég held að margir fræðimenn hafi komist að þessari niðurstöðu, og það var rétt að ég var engin grískur spekingur og það ekki ennþá, en ef við lesum þennan texta aðeins öðruvísi, bara setjum punktana annar staðar. Og vitið það, í frummálinu, að þá ekki punktarnir og komurnar. Það sett af þýðendunum. Og þannig að í raun og veru gefa punktarnir okkur hér setningarnar ákveðin skilning. Þannig að mig langar að lesa vers 3 á aðeins annan hátt og segja, Jesús svaraði, hvorki það því að hann hafi syngað eða foreldrar hans. Punktur. Hvorki það því að hann hafi syngað eða foreldrar hans. Svo segir hann, en til þess að verk Guðs verði opinbera á honum, ber oss að vinna verk þess sendi mig meðan dagur Þetta hljómar aðeins öðruvísi. Það ekki af því að hann syngaði eða foreldrar hans, en til þess að verk Guðs verði opinber, þá ber okkur að vinna verk Guðs meðan dagur Þannig að Jesús Kristur að segja að maðurinn var ekki fæddur blindur af því að foreldrar hans hefðu syngað eða hann hafi syngað. Svo segir hann, en við höfum verk að vinna. Og ef að Jesús hafði verk að vinna, þá höfum við einnig verk að vinna. Við eigum að vinna sömu verk og Jesús Kristur var að vinna. Og við skulum aðeins skoða hérna að lækning þessa blindamanns, ef við lítum á söguna og kaflan í heilsinni, þá getum við segja að lækning þessa blindamanns, hún var náttúruleg útlistun á andlegum sannleika. Og var þetta flókið, Kristinn? Nei, blindi maðurinn fekk sýn og Jesús vildi líka að þeir sem væru andlega blindir fengju líka sjón. Vegna þess að þessi blindi maður, hann var fæddur blindur og hann hafði aldrei séð. Hann var fæddur blindur, hafði aldrei nokkuð tíma séð. Nú, eftir að Adam syngaði, að þá í raun og veru hefur mannkynið eða mennirnir á jörðinni fæðst blindir og þeir hafa aldrei séð. Þeir eru fæddir án dýrðar Guðs. Rómverjabréfið segir allir hafa syngað og skortir Guðs dýrð. Hvað þýðir það? Það þýðir að þeir eru fæddir án þess að hafa dýrð Guðs. Sjáðu til í svona myndum, teiknimyndum að þá dýrð Guðs teiknum með svona geislabaug yfir höfðinu og það var einu sinni svona þáttur, sakamálaþáttur sem hét Dillingurinn og hann var með svona geislabaug. En það sem við verðum að tala um að allir menn eru fæddir án þess að hafa svona geislabaug. En af hverju verðum að tala um þennan geislabaug eða dýr? Jú, af því að Adam, hann var fæddur með dýrð Guðs og í dýrð Guðs. En eftir að Adam syngaði eða féll, að þá eru allir menn fæddir án þess að þekkja sannleikann, blindir. Og Jesús, lækning þessa manns var yfirlýsing að Guð getur frelsa frá andlegu myrkri. Og ef við lesum 5. versið hérna í kaflanum, meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Ef þú ert í myrkri þá sérðu ekki. Ok? Ef þú ert í myrkri þá sérðu ekki. Semst að vera í myrkri getur líka þýtt að vera blindur. Og lesum Jóhannes 8:12 með þennan skilning, ef þú ert í myrkri þá sérðu ekki og við getum sagt að þú sért blindur. Eru sammála því? Að því við sjáum ekki. Það þarf bara kött til að sjá í myrkri. Eða, ég ætla ekki að fara nánar út í það. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Sem sagt, sá sem fylgir mér, hann mun vera sjáandi.
hann mun sjá. Þannig að Jesús, hann eiginlega, má segja, í þessum kafla, við sjáum það síðar, að hann að segja að hann hafi komið í heiminn til þess að gefa heiminum ljós, til að gefa heiminum náð að sjá sannleikann, og þessi lækning á þessum blinda manni, hún bara svona dæmi það að hann getur læknað okkur, hann getur gefið blindum sýn og hann getur líka gefið andlega blindum sýn. Og í Lúkas 4:18 að þar vers sem segir að Jesús Kristur hafi komið, við sjáum að hann segir, oss ber að vinna verk þess eða mér ber að vinna verk þess sem sendi mig, til að verk Guðs verði opinber. Í Lúkas 4:18, þar sem hann í samkundinu, þá opnar hann Jesías báman og hann segir, andi drottins yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að boða fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn, blindum sýn, láta þjáða lausa, kunngjöra náðar á drottins. Og hér, þessi texti, hann í rauninni að segja okkur að hérna hann að boða blindum sýn, andlega blindum. Hann komin til að gefa bandingjum lausn og hann komin til að vera ljós fyrir heiminn. Þannig að hér ekki verið að tala náttúrulega lækningu, heldur að hann komin til að gefa blindum, hinum andlega blindu mönnum á jörðinni sýn. Þannig að kaflinn má segja, hann það að Jesús, hann kom í raun og veru til að vinna verk Guðs, og verk Guðs og óvinnarins mjög ólíkt, en það svo margir sem rugla þessu saman af því að þeir lesa þetta vitlaust, segja að Guð leggi sjúkdóma á fólk og að þessi sé sjúkur af því að til þess að Guð geti læknað hann. Nei, Biblían mjög skýr. Í Jóhannesar Guðspjalli, Jesús kom alltaf, þetta vers þarna sem við lásum, Jesús kom alltaf til að boða lausn. Jesús kom alltaf til að gefa ljós. Og ljósið fyrir þennan mann, blindamannin, var að hann fekk sjónina. Hann var blindur, hann fekk sjónina. Guð hafði ekki látið hann fæðast blindan, það gerðist vegna synda falsins. Þá kom syndin inn í heiminn, sjúkdómarnir fylgdu syndinni. Þegar Adam syngaði, þá komu sjúkdómarnir inn í heiminn. Þannig að þetta kennslan í þessum kafla. Í Jóhannes 10:10, þá segir að þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég komin til að hafa líf í fullri nægð. Annað Korinthubréf 4:4 segir okkur, annað Korinthubréf 4:4, Guð þessarar aldar hefur blindað huga hinna vantrúuðu, Guð þessarar aldar sem Satan, hann höfðingi þessa heims. Biblían segir það á fleiri en einum stað. Þið bara takið mig trúanlegan núna, þið getið fundið það út. Ég ætla ekki að segja ykkur að googla, þið getið farið hérna neðanmáls í 81 þýðinguna og fundið það þar. Ef þið farið í þetta vers, Guð þessar aldar hefur blindað huga hinna vantrúuðu til þess að þeir sjáu ekki ljósið frá fagnaðar erindinu. Guð þessar aldar sem Satan, hann hefur blindað huga hinna vantrúuðu til þess að þeir sjáu ekki ljósið. Þannig að við höfum hérna höfðingja þessa heims sem vill halda mönnum í myrkri, hann vill halda mönnum bæði andlega og náttúrulega blindum, en Jesús Kristur, hann segist vera kominn til þess að vinna verk Guðs, koma með ljós og koma með lækningu. Og það boðskapurinn í þessum kafla, að Jesús kom til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Og Jesús, hann læknaði mannin, hann leysti hann frá valdi Satans. Hann leysti hann undan valdi Satans. Og
þetta mér langar að koma aftur á þessu, oss ber að vinna verk þess sem sendi mig meðan dagur Sjáðu, þetta hlutverk kirkjunar að koma með þetta ljós. Og ég hef sagt það svo oft áður að það eins og við höfum tapað, það eins og stundum lít ég hérna upp í ljósin og ég sé að það vantar peru hér, það vantar peru þar og það vantar peru hér. Þannig að við höfum ljós hérna, en það vantar þetta ljós. Og það má segja að kirkjan, hún hefur tapað ljósinu yfir lækninguna, þessa náttúrulegu lækningu. Það er svo lítil trú fyrir því að Guð vilji lækna á okkar dögum. Ég var að las fyrir Dísu mína í gærkvöldi upp úr bókinni minni eftir hann John T. Lake. Hann byrjar frásögnin á því og hann segir þegar að ég var ungur og svona frekar óþroskaður í trúnni, þá heyrði ég af konu sem var með drep í fætinum, man ekki hvað hann kallaði það, en fóturinn á henni, það var frá berklum, já, að hann var þannig að hnéskelin og allt saman var horfið. Læknarnir sögðu að læknirinn sagði að hann geti stungið fingrinum bara beint inn í hnéð á henni og það var ekkert þar fyrir. Og það sem þeir ætluðu að gera var að reyna að taka fótinn af henni til þess að hún gæti haldið lífi. En eftir að rannsaka hana, þá treystu þeir sér ekki til þess, þeir sögðu að væri of seint. Þannig að þeir sögðu, það er ekki hægt og það eina sem við höfum fyrir þig að bara dauðinn bíður þín. Það var hringt í John og hann hringdi áfram í öll trúsystkini sín sem að hann þekkti og vissi að hefðu trú fyrir lækningu og hann sagði 9:00 að morgni þennan dag þá ætlum við að biðja sameiginlega fyrir henni að hún læknist. Og þessi kona, hún var svo sárþjáð að það sagt að kvöldið áður en að þessi fyrirbæn fór fram að þá þurfti 3 menn til að halda henni niður í rúminu, þvílíkar voru kvalirnar. Hún gat ekki, hamið sig. En að morgni þess dags sem að hún sem átti að biðja fyrir henni að þá vildi hún liggja fyrir og þegar að stundin kom þá segir hún nú komið að því að fólkið ætla að biðja fyrir mér, nú komið að því að minn Guð lækni mig. Og þegar að klukkan kom að þá segir hún þetta, drottinn minn, þetta tíminn sem þú ætlar að lækna mig á og hún velti sér fram úr rúminu og skellur í gólfið og stendur upp alheilbrigð. Hún hleypur niður, tröppur niður í stofuna þar sem systir hennar var með vaskafat eða vassbala, setur fótinn þar niður í og þar fór allt dauðaholdið og hreistrið af fætinum og hún stökk út alheilbrigð og það merkilega var að Guð, segir John, hann skapaði nýtt bein inn í hnéð og hann skapaði hnéskelina, mín kona fór til læknis að láta skipta lið, sjáðu, en Guð, hann skapaði það þarna. Og þarna var kannski, það er svo oft þannig að það var ekkert annað að fara. Það var ekki nóg að fara og fá lið. Sjáðu, læknarnir voru búin að segja að hún myndi ekki lifa. En Jesús Kristus sagði, okkur ber að vinna verk hans. Að hann sagði, til þess að verk Guðs verði opinber, þá eigum við að vinna verk hans sem sendi mig meðan dagur Og
það er hérna ein ritning í Lúkas sem ég langar að gefa ykkur sem kom upp í huga minn þegar ég var að hugsa að Jesús læknaði mannin, leysti hann undan valdi Satans og við sjáum að maðurinn, hann byrjaði að trúa. Hann trúði bara að Jesús væri frá Guði kominn. Í Lúkas 5 þá er sagan mannin þar sem að þeir höfðu svo mikla trú að þeir fóru upp á þak og leta hann síga niður þakgluggann. Sumar þýðingar segja þeir hafi rofið þakið en í Ísraela þá er á mörgum stöðum slétt þök og þakgluggar. Þannig að ég las því allavega í einni biblíuskýringu að það hefði mjög sennilega verið þakgluggi sem hann var látinn síga niður. Skiptir ekki máli að þessi saga segir að dag nokkurn var hann að kenna. Þetta er Lúkas 5 og við skulum lesa frá, og þarna voru farisear og þarna var alls konar fólk. Í versi 19 segir að vegna mannfjöldan sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann, fóru því upp á þak, létu hann síga niður í rekkjunni hellu þekjuna, segir hér, beint fram fyrir Jesú. Hann sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og þá tóku fræðimennirnir við sér. Fræðimennirnir og farisearnir hugsa með sér, hver er sá fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði, hvað hugsið þeir í hjörtum yðar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru þér fyrirgefnar, eða segja statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, nú talar hann við lammanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð hann upp, frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðu lostnir, lofuðu Guð, og þeir urðu óttaslegnir og sögðu, óskiljanlegt er það sem við höfum séð í dag. Og það er einmitt það að það er óskiljanlegt þegar Guð gerir kraftaverk. En það er eðli Guðs að gera það sem er óskiljanlegt fyrir okkur. Og við sjáum hérna að Jesús hann segir að hvort er auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk. Þannig að hann setur sama sem merki milli sjúkdóma og syndar. Að sjúkdómarnir þeir koma sem afleiðing af synd. Ekki endilega að þú hafi persónulega syndgað, heldur af afleiðing af þeirri synd sem er í heiminum. Og Jesús Kristur kemur inn í þessar kringumstæður með ljós og líf og lækningu. Og hann segir að okkur ber að vinna þetta verk meðan dagur er. Og hann notar lækningu blindamannsins sem dæmi, sem sagt, að hann fyrirgefur syndir og hann gefur andlega blindum sýn. Og við skulum lesa hérna síðustu versin í 9. kaflanum. Vers 39, til dóms er ég komin í þennan heim svo að blindir sjá og hinir sjáandi verði blindir. Þetta hljómar svona svolítið kuldalega ef við lesum það. Til dóms er ég komin í þennan heim svo að blindir sjái og hinir sjáandi verði blindir. Vill Jesús að sjáandi verði blindir? Ekki held ég það. Hann vill að allir sjái. En hann sagði að koma mín gerir það verkum að hinir sjáandi, þeir sem telja sig sjá, að þeir halda áfram að vera blindir. Og það er önnur þýðing hér sem segir okkur að ég hef komið
I've come to judge those who think they see and make them blind. And for those who are blind, I've come to make them see. Ég komin til að dæma þá sem halda að þeir sjái. Farísearnir héldu að þeir væru með þetta allt rétt. Þeir höfnuðu Messiasi sem þeir voru að bíða eftir. Þeir héldu að þeir væru með þetta rétt. Og Jesús sagði, ég komin til þess að dæma þá sem halda að þeir sjái og gjöra þá blinda. En fyrir þá sem eru blindir hef ég komið til að gefa þeim sjón. Nú aftur í versi 41, Jesús sagði, ef þér væri blindir, væri þér án sakar, en nú segist þér vera sjáandi, því varir sök yðar. Og aftur þessi þýðing, if you would acknowledge your blindness, then your sin would be removed. But now that you claim to see, your sin remains with you. Ef þið myndu virkilega bara játa eða viðurkenna blindu ykkar, þá myndi syndin vera fjarlægð frá ykkur, en nú haldið þið því fram að þið sjáið og þess vegna syndin til staðar. Því varir sökið. Og bara að lokum þetta, mér langar bara að lesa aftur hérna, þar sem að ég upplifa að Guð vilji tala til mín og til ykkar að oss ber að vinna verk þess sendi mig meðan dagur Og eitt af því það að leggja hendur yfir fólk og Jesús sagði, hann sagði, og sumir verða svona, hneykslaðir ef ég segi, eitt af því að leggja hendur yfir fólk og lækna það. Læknar þú einhvern? Já eða nei? Sjáðu til, Jesús sagði, verið í mér og þá verð ég í yður. Og Jesús sagði, þér munu leggja hendur yfir sjúka og þeir munu verða heilir. Þannig ef andi Guðs eitt með þínum anda, að þá læknar hann í gegnum þig. Þá læknar hann í gegnum þig. Og það það sem Guð hefur kallað okkur til þess að gera. Og við gengum hérna upp á fjall núna þegar ég var út í Englandi og fjall. Já, mér finnst alltaf, ég setti á Facebook að ég hefði gengið hérna á Mount Orrest sem væri pínlítið lægri heldur en Mount Everest. Af því að hérna, ég var nú bara svona 20 mínútur að labba hérna upp, þetta var svona, svolítið hærri en Arnarhóllinn, en þetta var líka svolítið mikið lægri en Mount Everest. en þetta svona tók samt aðeins í og þegar við komum niður þá hittum við konu sem situr þar á bekk og spurjum hana hérna hvort hún hafi ekki farið upp og nei, hún sagði ég fann til mæði, þannig að fólki sem var með mig það fór upp, ég bara sitt hérna og við sögum bara Guð blessi þig, en svo leið og við snerum frá henni þá pikkaði eitthvað í mig og ég sneri við og sagði af hverju hvað að? Af hverju hérna verður móð? Þetta eitthvað sem hérna alltaf til staðar? Já, ég veit alveg sá, ég með krabbamein og ég sagði, ok, ég trú að Guð geti læknað, sagði ég, og má ég biðja fyrir þér. Þannig að ég lagði hendur yfir hana þarna og bað fyrir henni og bara bölvaði þessu krabbameini vegna þess að það bölvun. Og ég bað þess að Jesús Kristur myndi snerta hana og lækna hana. Og ég trúi því, ég veit sem sagt, samkvæmt orði Guðs, þá hún læknuð. Og það svo afstaða sem við eigum að hafa. Við leggjum fólk
leggjum hendur yfir fólk, við leggjum ekki fólk yfir hendur, við leggjum hendur yfir fólk og byggjum Guð að lækna það. Og þetta er það verk sem við eigum að fara framganga í. Vegna þess að þegar fólk sér eitthvað sem er óskiljanlegt, þá er eiginlega alveg sama hvað hver segir. Þessi blindi maður, hann vildi bara fylgja Jesú. Hann vildi engan annan, hann vildi ekki þessa kirkju sem farísearnir voru í, sem snerist hvíldardaginn. Hann vildi bara fylgja Jesú sem snerist það að gefa lækningu og líf. Og það er það sem við erum kölluð til að fara með þennan boðskap, leggja hendur yfir sjúka, segja þeim að Jesús elski þá og að vera ljós fyrir heiminn. Amen. Amen. Drottinn, við bara þökkum þér fyrir þína köllun og þakka þér fyrir að við mögum bregðast við kallið þínu, Drottinn, í dag og þakka þér fyrir að þú vilt, bara uppára okkur í að halda áfram, Faðir, það er sama hvort við erum 1 eða 2, það er sama hvar við erum, Drottinn, við erum kölluð til að vinna verk þitt ekki hér innan þessara veggja, heldur þar sem við erum á vinnustaðnum, Drottinn minn, út á götunni, hvar sem er, Drottinn, að þá viljum við bara vinna verk þitt, segja öðrum frá þér, í Jesú blessaða góða nafni. Amen. Amen. Takk Jesús. Takk Jesús.